Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum svo við tökum að þessu sinni hérna upp á Sauðárkróki. En það stendur mikið til í Skagafirði helgina. Við erum búin að vera að taka þáttinn hérna upp á veitingahúsi sem heitir Drangey og höfum auðvitað fengið meistarana, kokkana til okkar til þess að segja okkur aðeins frá kannski bara þessum stað. Því við erum í rauninni bara inn í Fjölbrautaskólann. Já. Langt síðan þú kannski segir frá staðnum? Hver er Já, sagan? þetta er hérna heimavist Fjölbrautaskólans á Sauðárkróki og hér rekum við veitingahús í Drangey sem hérna Þið eru rauninni í húsakynnu þar sem venjulega bara heima, hér borgað. mötuneyti Fjölbrautaskólans. Já. Byrjaði þetta þannig að þið voruð að matreiða fyrir, voruð að sjá mötuneyti framhaldsskólans? Já, við sjáum mötuneyti Fjölbrautaskólans og hérna grunnskólans yfir veturinn og svo bauðst okkur tækifæri að vera með hérna þennan rekstur yfir sumarið og við litum á það. Þannig að þið bara takja smá andlitslyftingu og breytið þessu bara í fallegasta veitingahúsi yfir sumartímanum. Er þetta ekkert mál að svissa úr þessum dömum hlutverkum? Nei, þetta er náttúrulega bara hérna svona í endan á deginum erum við bara að díla við mat allan daginn. Þannig að þetta er bara skemmtileg tilbreytni að hérna svissa aðeins og vera með aðra kúnna og aðra áherslur. Aðeins ef við stöldrum við Fjölbrautaskólann á vetrartímann, það nú mikið rætt næringargildi og mat hjá, já það er náttúrulega meira rætt það kannski hjá grunnskólum og leikskólum, en hvað er lagð áhersla á hjá ykkur? Er það að velta fyrir ykkur næringargildi og hollustu viðmiðum eða eru þið með gúrmi matseðli? Já, auðvitað erum við veltum við því fyrir okkur og höfum það að leiðarljósi að vera með svona frekar fjölbreyttan og næringarríkan mat, hollan og góðan mat. Þannig að krakkarnir geta alveg treyst á það. Já. En svo yfir sumartímann, Drangey, hvað gerist þá? Þá gerist það að við förum að þjónusta ferðafólk og mikið útlendinga og tókum strax þann pólinn í hæðina að við leggjum áherslu á að nýta það hráefni sem er í okkar nærumhverfi. Og það er það sem er að gerast út allt Ísland og Skandinavíu og fleiri staði að fólk er að vinna með það hráefni sem er í þeirra nærumhverfi og það leggjum við megin áherslu á. Og hvaða hráefni er að finna í nærumhverfi ykkar í Skagafirði? Nú það er lambið, meðal annars, og fiskurinn, bleikja, þorskur og kálið náttúrulega líka, grænmeti og... Já, hrossakjöt. Hrossakjöt, hvað segja Skagfirðingar við því? Skagfirðingar segja bara... Skál. Þeir segja bara skál. Þeir eru vanir að borða hrossakjöt, sko. Já. En við hefum reynt að sýna fram á hrossakjöt er ekki bara saltað og reykt hrossakjöt, vel feitt sem að menn borða á kvöldum, vetrakvöldum, heldur er hægt að gera ljómandi góða steikur úr hrossi og jafnvel bera það hrátt fram og allavega. Ég hef nú haldið einhvern veginn að Skagfirðingar væru bara með hrossin í guðatöl og þetta mætti ekki segja þetta einu svona upphátt hér, en þetta er mest í misskilningur. Já, ég held að Kannski einhverjir samt. Já, það getur vel verið, kannski. Við erum kannski ekki heldur að elda þessa ættbókfæði, sko. Nei. Ná, nákvæmlega. Þannig að þetta hvað myndið þið segja að væri sérstaðan? Það er þá lambið, fiskurinn, er eitthvað svona sem er allt öðruvís en annars staðar? Já, við náttúrulega leggjum svolítið mikla áherslu á hrossið og höfum þessa fínu grænmetisræktun fram í Lítistaðarhrepp sem við reynum að kaupa það sem þau hafa í það og það skipti. Við höfum aðeins farið og tínt jurtir bara í kring, ekkert langt að ná í ýmislegt. Nei, bara Já, bæði súrur og fífla og fleira. Og þannig að það er náttúrulega bara sú sérstæða sem við höfum. Við höfum aðeins farið í egg, Drangaegg og þegar það gefst og villibráð. Aðeins villibráðan, já. Nákvæmlega. Gæs og sel og ýmislegt. Og fiskurinn, er þetta hefðbundið fiskur eða fáið þið eitthvað svona sem að fljóta með í skipin? Þetta er aðalega bara bleikjan og þorskurinn, svona kemur annars slagið fáum við eitthvað afbrigðilegt en það er ekki mikið af því. Nei. En við leggjum mikla áherslu á bara bleikjuna og hólableikju. En ef við skoðum diski sem við erum með fyrir framan okkur, hvað erum við með hér? Þetta er
lambakórona, svona grillu lambakórona og með bygg salatið. Þetta sem sagt uppskrift sem að Kaupfélag Skagfirðinga að leggja áherslu á núna í auglýsingaherferð á þessari lambakóronu. Sigurður Helgason, matreiðslumeistari, sem var Bocuse d'Or fari núna síðasti. Hann gerði þessu uppskrift og ég grillaði þetta í morgun til þess að gefa þér að smakka. Já. Bocuse d'Or, hvað það? Það er mjög virt og stór einstaklingakeppni í matreiðslu, óopinber heimsmeistarakeppni einstaklinga í matreiðslu, sem Íslendingar hafa verið ansið duglegir með að taka þátt í og komist þó nokkuð langt. Já. Ég hef einu sinni smakkað svona lambakórunu áður en maður hefur nú ekki heyrt að þetta sé endilega sá hluti sem maður er vanstur að sjá í þessu. Já. Er þetta málið? Þetta er náttúrulega hryggurinn. Já. En þetta er svona verið að leggja þessi áherslu á það sem að rifin eru hreinsuð og lagt upp í þessu kórónu. Og þá voru þetta náttúrulega orðið bara pinnamatur. Já, vel sko. Kannski svolítið stór pinnamatur. Já. En það má alveg naga þetta. Já, það ekki? Jú. Sjáu þið framhaldi hjá ykkur á staðnum? Þið verði hvenær skiptið þið gír? Við skiptum gír svona upp úr 20. ágúst, þá förum við svona að hægja á okkur og fara í gamla farið í skólana. Fáið þið eitthvað sumafrí, strákar? Eða ætlaðu að vera með mötuneyt á veturna og veitinga á svo sumrin? Það er ekki rosalega mikið sumafrí. Ekki þessi fyrstu sumar allavega, en jú, við nælum okkur í daga og daga hér og þar, svona til að friða konur og börn. Akkurat. Friða konur og börn og kannski eitthvað sem þið þurfið bara á að halda sjálfir sem einstaklingar. Já. Smá pásu. Smá pásu, það verður að vera. Já. En eigum við ekki bara að fara að ljúka þættinum héðan, náttúrulega eins og við erum búin að tala um, það er mikið að vera í Skagafirði helgina, Lummudagar, Landsbókamót, síðan rétt hjá náttúrulega Blönduós, 50+ landmótið, Drangey Musical. Tónleikarnir. Allt að gerast. Mjög spennandi hlutir að gerast í Skagafirði. En ástæða fyrir að ég er að hætta þessu er mér langar eiginlega bara að smakka. Já. Snilld. Gjörðu svo vel. Við ætlum sem sagt að kveðja úr föstudagsþættinum að þessu sinni. Ég segi við ykkur góða helgi. Looking for John, jumping through hoops and doing tricks. Did you find someone to come? Did you get your kick?